Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Góð kvöldið. Ég er kominn aftur upp í stúdíó. Í kvöld ætla ég að gera, eða kvöld eða dag eða eitthvað, það er dagur hjá mér. Hún er að nálgast kvöld, hún er 4. Þegar ég tek þetta upp þá er ríkisstjórnin nýfallin. Það skiptir svo sem engu máli. Þegar ég ætla að búa til fyrir ykkur pop. Ég ætla að poppa pop á ferð 4 mismunandi vegu. 4 mismunandi vegu. Svo ég ætla að poppa pop á 4 mismunandi vegur. Held ég að segja það. Ég ætla að gera svona japanskt infjúsað, ítalskt infjúsað og byttu nú við. Brest infjúsað og svo bara svona venjulegt eitthvað. Bara hvernig á pop. Já, ég ætla að byrja á því bara að búa til pop. Bara eins og pop er. Og þá þarf maður náttúrulega bara þetta. Popbaunir. Bara olíu. Olíu með svona háa, smoke value, eða hvað sem er. Svona, það er, hún byrjar ekki að reykja mjög snemma, eins og smjör byrjar að reykja, eða þú byrjar að smóka mjög snemma. Já. Þetta er í rauninni bara það sem þú þarft til að byrja með, sko. Það var bara þessi. Ég er búinn að þrífa hana aðeins. Samt ekki. Ég byrja alltaf á því að setja pottinn á. Svo set ég smá lögg og olíu, þetta er kannski aðeins mikið. Byrjum á því að setja bara örfá á bönni. Þannig er einn byrjuð að poppa. Já, þetta er byrjað. Þá setjum við svona cirka 1 lag á toppi og lokum. Og bíðum. En að poppa pop svona er hérna miklu hollara heldur en nokkuð tíman að poppa örbylgjupopp. Af því að þú veist hvað fyrir í það. Þú ert nokkuð viss hvað er í baununum, þú ert nokkuð viss hvað er í olíunni og þú saltar eins mikið og þú vilt eða lítið. Þú getur með þess að sleppt saltinu ef þú vilt ekki það. Hlustið á það. Núna þegar þetta er svona svakalega poppað, þá er gott að lækka aðeins á hitanum. Ég held að þetta sé bara tilbúið núna. Þetta er fyrsta stigið ég er búið til pop. Næsta stig er að gera það einhvern veginn skemmtilegt. Þannig að ég ætla að búið til 4 mismunandi pop. Færum poppið. Þessi færir sér eitthvað annað. Og það sem þarf í næsta skál, Marmite. Þetta er bresk stemning, sko. Smá pop í skál. Ég hef aldrei pröfað þetta. Og þetta er alveg svona, sjáu þið. Skellum bara svona. Það er að vera heldur en ég held. Já, þetta er svona skemmtilega öðruvísi salta, sko. Það verður aðeins klístraðara. Það verður aðeins meira svona. Brest infjúsað pop. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég sá þetta einhvern veginn hjá Jamie Oliver og er að stela frá honum. Þetta er trillt gott. En maður þarf að venjast Marmiteinu. Fyrsta skipti sem ég fekk með Marmite
þá var ég ekki hrifinn af því. Og við þurfum eitt tól fyrir þetta. Það er annarkvort einhverja svona matvinnsluvél eða eitthvað svona. Eða bara svona mortel. Þá setjum við bara wasabi-hneturnar hérna í og héðan kemur kannski svolítið saltið. Hitinn kemur úr hnetunum, svo saltið kemur úr þessu. Það setja hálft í svona smá skál. Ef þið eru með alveg svona heilan pott, þá held ég heilt svona blað sé þokkalega gott, sko. Svo brjótum við þetta hérna bara yfir og merjum þetta bara niður. Japanskt inspirerað popp. Þetta er bóklega þrælholt. Þetta er alveg svona bragða svolítið þannig. Já. Þokkalega gott. En ég myndi taka breska ef ég mætti velja. Þá er það bara næsta. Tada! Hér er ég. Næsta þurfum við aftur þennangur, mortelin. Vitið þið hvort er hvað? Vitið þið hvort er petzl og vitið þið hvort er mortel? Ég myndi halda þessi sé mortel og þetta sé petzl. En ég veit ekki. Sko, það sem þarf núna er svona ítölsk krydd. Ég ætla að taka rósmarín. Eða sædögg. Gott að vera með þessi prímakrydd. Þau eru með íslensku nöfnum líka undir. Því ég er alltaf að klúra því. Þannig að ég er með sædögg, timjan, garðablóðberg. Já, ég held ég láti þetta bara duga. Skellum smá. Það heldur mikið í svona lítinn skamt. Og svo ætla ég að henda smá salt út í þetta. Bara venjulegu salti. Og svo síðast en ekki síst smá ólífuolíu. Og eins og allir sjónvarpskokkar í heiminum segja, góða ólífuolíu. Dreipum við þessu hérna yfir. Og svo kannski hafið spurt mér, af hverju ertu með rifjárn, Kristinn? Já, af hverju er ég með rifjárn? Það er út af því ég ætla að setja smá parmesan yfir. Ítalskt popp. Ætli það sé svona Luciano Pavarotti og eitthvað svoleiðis. Og það sé svona ítalskt popp. Herðu. Sko, til sem hefði haldið að poppið er svona músi út af olíunni, hún verður ekki. Herru, shit, þetta er gott. Herru, svo bara seinasta. Ekki gleyma því, ég voru náttúrulega búin að kenna ykkur að búa til popp yfir eldi og þá setti ég smá chili yfir. Prima poppsalt. Þetta var nú bara allt og sumt. Þetta er Marmite popp, Japans popp, Prima poppsalt popp og ítalskt popp. Mýsnar verður ánægð með mig núna. Það mýsnar verður vinkonum mína. Takk fyrir að horfa. Vinsamlegast, gerið mig greiða, læka, deila og sharea. Það hjálpar svo rosa mikið. Og kommenta, það má alveg líka. Ég ætla að gleyma kommentinu. Takk fyrir að horfa. Ég ætla að fara að halda áfram að fylgjast með fréttum. Það verður kannski komið ný ríkisstjórn. Eða kannski kosningar á morgun. En hættum þessu bulli. Læka, deila og sharea. Sjáumst. Bye. Poppbaunir. Í fyrsta lagi þá er einhvers 30 kaloríur í einum bolla af popp sem er 5 sinnum minna en snakk. Þetta er náttúrulega tekið á internetinu því ég er náttúrulega engin næringafræðingur. Popp
er mjög ríkt af magnesíum sem er magnað út af því að það er vöðvaslagandi. Hvað er þá betra en að koma heim, leggjast upp í sofa, horfa á góða mynd, fá svo popcorn og fá vöðvaslagandi. Bara búin að vera að vinna á tölvun allan daginn maður, komin hérna með axlirnar upp fyrir eyru einhvern veginn, pop, líður úr þér.